Sveitarstjórn Dalabyggðar ákvað að fara í að endurskoða aðalskipulagið og við hjá Verkís vorum fengin til þess að vera þeim til ráðgjafar. Dalabyggð núna að kynna skipulags- og matslýsingu vegna endurskoðunar og þetta liður í þeirri kynningu. Ég heiti Erla Bryndís og ætla að segja ykkur frá verkefninu, helstu áherslum sveitarfélagsins og líka hvernig þetta taka þátt í ferlinu. Upphaflega var hugmyndin að halda opinn kynningafund sem væri leið vinnufundur með íbúum, þar sem myndum fara yfir stöðuna og leita eftir hugmyndum og ábendingum. En svo kom þetta samkomubann, þannig að það ekki hægt að halda þennan fund lengur. Við ætlum samt að reyna og leita eftir þessum hugmyndum og ábendingum. Ég kem aðeins betur inn á það á eftir. En þetta semst okkar tilraun til þess að kynna verkefnið og áherslur sveitarstjórnar. Áður en ég kynni efni lýsingarinnar ætla ég aðeins að nefna hvað aðalskipulag er. Þetta skipulagsáætlun fyrir eitt sveitarfélag til að minnsta kosti 12 ára. Þetta stefna sveitarfélagsins sjálfs, en það má segja að þetta sé hryggjarstykkið í skipulagi landsins. Og deiliskipulag síðan í samræmi við aðalskipulagið og grunni þess eru gefin út leyfi eins og byggingarleyfi eða framkvæmdaleyfi. Aðalskipulagið það nýtt beint við ákvarðanatöku í sveitarfélaginu og það myndar umgjörð daglegt líf fólks og það þarf að vera sveigjanlegt en líka miða að sjálfbærni. Þannig að aðalskipulag varðar alla íbúa sveitarfélagsins. Skipulagsgerðinni skipt í nokkra áfanga og þessi lýsing upphafið á henni. Ég kem aðeins nánar inn á ferlið á eftir. En skipulagslýsing skjal eða skýrsla sem tekin saman í upphafi ferlisins og eins konar svona verkáætlun eða upplýsingahefti verkefnið. Markmiðið með henni að upplýsa íbúa og hagsmunaaðila skipulagsgerðina, líka til að fá fram hugmyndir og ábendingar strax í upphafi vinnunnar. Og í skipulagslýsingunni líka hægt að sjá hvernig hægt að taka þátt í vinnuferlinu og gera athugasemdir. Í upphafi nýs kjörtímabils á sveitarstjórn að meta hvort að þurfa að endurskoða aðalskipulagið. Þar sem þetta endurskoða með reglulegu millibili eins og bara margar aðrar áætlanir. Gildandi aðalskipulag það var í vinnslu fyrir 1,5 áratugi og tók gildi fyrir áratugi, já. Ýmsar forsendur hafa breyst síðan þá og líka lagaumgjörðin, þetta þarf alltaf að vera í samræmi við lög. Aðalskipulag á líka að vera lifandi plagg. Þetta verkfæri til að takast á við þær áskoranir sem blasa við bara á hverjum tíma. Og eins og ég sagði áðan, það myndar umgjörð daglegt líf fólks og þá eins gott að það sé í takt við tímann. Í upphafi verksins þá þarf að fara yfir og greina forsendur skipulagsins. Og í lýsingunni stutt yfirlit yfir þessar forsendur, en á næstu vikum þá verða þær greindar nánar og verða svona spurningar eins og hafa efnahagslegar og samfélagslega forsendur breyst eða hvernig hefur gengið að framfylgja aðalskipulaginu. Svo hafa ýmsar áætlanir stjórnvalda breyst líka. Landsskipulagsstefna tekið gildi á þessum tíma og annað dæmi heimsmarkmiðin og áherslur ríkisstjórnarinnar í tengslum við þau. Það kveðið á viðfangsefni aðalskipulags í skipulagsreglugerð en sveitarstjórn hún ákveður líka hvaða áherslur hún vill setja. Til dæmis í þessu tilviki það flokkun landbúnaðarlands til þess að skapa grundvöll fyrir stefnumörkun ráðstöfun lands í skipulaginu. Auðlindir eins og neysluvatn og möguleg vindorkusvæði og svo samspil samgangna og íbúaþróunar með tilliti til stöðu atvinnugreina í Dalabyggð og vinnusóknar. Allar þessar áherslur samþættast inn í skipulagsgerðina ásamt markmiðum Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun og markmið stjórnvalda að styrkja byggð og auka þol samfélagsins gagnvart breytingum. Hérna sjást helstu verkáfangar. Við gerum ráð fyrir að vinnan taki
2 ár. Þar sé að hefst núna með þessari skipulagslýsingu. Síðan tekur við undirbúningur og gagnaöflun. Í framhaldinu svo gerð skipulagstillögunnar sjálfrar og kynningar á henni og þessu lýkur svo með samþykktarferli og skipulagið tekur þar með gildi. Og það eru nokkrir áfangar í kynningu og samráði þar sem tækifæri til að taka þátt í ferlinu og til dæmis núna við þessa kynningu og þessari lýsingu. En það sem það blæs nú ekki byrlega með íbúafund núna í kjölfar COVID-19. En við reynum að beita öðrum ráðum og ég ætla að koma aðeins inn á það á eftir. Sveitarstjórn hún ber alltaf ábyrgð á gerð aðalskipulags en umhverfis- og skipulagsnefnd fjallar það í umboði hennar. Og þetta verkefni hefur verið mynduð sérstök verkefnastjórn og í henni eru formaður og varaformaður umhverfis- og skipulagsnefndar og svo skipulagsfulltrúi og við ráðgjafarnir. Það svona hinn formlega stjórn verkefnisins en það eru þetta fjölmargir aðrir sem koma að vinnunni og leggja til hugmyndir og athugasemdir í ferlinu, til dæmis íbúar, hagsmunaaðilar og svo opinberar stofnanir hafa líka hlutverk í þessu. Það samvinna þessara aðila sem svo mikilvæg og skapar í raun ferlið. Það þarf að umhverfismeta aðalskipulagið. Þetta ekki svona umhverfismat eins og fyrir framkvæmdir, þetta ekki eins umfangsmikið. Þetta bara byggir á fyrirliggjandi gögnum og það ekki gerðan en nýjar rannsóknir. En þetta verkfæri sem nýtt til að móta stefnu skipulagsins. Og það eru skilgreind svona sérstök umhverfisviðmið sem ætlað að endurspegla stefnu stjórnvalda æskilega þróun. Og í Dalabyggð þá notum við heimsmarkmiðin sem grunn og til einföldunar það má segja að umhverfismati felist í því að meta hvort ákveðni valkostir í aðalskipulaginu styðji eða gangi gegn þeirri stefnu sem að umhverfisviðmiðin fela í sér. Dæmi svona umhverfisviðmið til dæmis að stuðla að heilbrigðu líferni og vellíðan eða sjálfbærum hagvexti og góðum atvinnutækifærum. Það semst verið að vinna með þessar 3 stoðir sjálfbæra þróunar, samfélag, umhverfi og efnahag. Og með því að nýta heimsmarkmiðin sem umhverfisviðmið verið að stuðla því að stefna sveitarfélagsins hafi sem jákvæðust áhrif á þessar stoðir sjálfbærar þróunar. Og það líka stuðlar að innleiðingu heimsmarkmiðana. Það að segja þessi sem mega helst við og hafa svona skýra tengingu við skipulagsgerð. Við gerð aðalskipulags þá þarf að taka tillit til fjölmargra áætlana stjórnvalda. Sumar áætlanir eru beinlínis bindandi við gerð aðalskipulags eins og rammaáætlun, en aðrar áætlanir eins og landsskipulagsstefna eru meira leiðbeinandi við skipulagsgerð. En allar þessar áætlanir þarf að greina og samþætta inn í skipulagsgerðina. Og það sama á við svæðisskipulagið hérna. Það sett framtíðarsýn sveitarfélaginu hérna á svæðinu þróun atvinnulífs, samfélags og umhverfissvæðisins. Og svo eru líka fjölmargar aðrar áætlanir á Vesturlandi sem varða skipulagsgerðina og það þarf að taka mið af þeim, til dæmis sóknaráætlun og áfangastaðaáætlun. Svo að lokum, þá viljum koma inn á það hvernig hægt að taka þátt í ferlinu. Eins og ég búin að nefna þá gengur ekki að hafa íbúafund núna en við reynum að bæta úr því með rafrænum hætti og þessi kynning liður í því. Næsti áfangi í samráðsferlinu kynning á fyrstu drögum að stefnu og það reiknað með að það verði í byrjun næsta árs. Í framhaldinu svo vinnslu til að kynnt þá vorið og í lokin svo tillagan auglýst með formlegum hætti og það áformað í lok árs 2021. Og við verðum að vona að kynningafundir verði leyfðir aftur en við gerum líka ráð fyrir að gögn og upplýsingar verði á vef Dalabyggðar. Fyrir utan þessar formlegu leiðir sem ég var að nefna, þá hefur verið settur upp sérstakur vefur til að skrá hugmyndir og ábendingar og
Þetta einhverju leyti viðbrögð við ástandinu í þjóðfélaginu núna, en þetta líka svona viðleitni til að bjóða upp á rafræn samskipti í ferlinu sem að kannski hentar sumum betur. Og við reiknum með þessi vefur verði virkur á meðan ferli stendur yfir og að hugmyndirnar og ábendingarnar sem koma þarna inn, þær verði nýttar beint inn í skipulagsgerðina eins og kostur er. Og þetta einfalt skráningaform, það þarf ekki að skrá sig eða neitt þannig og þarna hægt að setja inn texta eða skjöl, til dæmis myndir eða PDF-skjöl og hugmyndirnar geta verið alls konar bara og stórar og smáar og það geta varða til hans ráðstöfun lands, innviði, einhver samfélagsmál, þjónustu, ábendingar náttúru og menningarminjar og það þarf enginn að vera hræddur við að setja eitthvað þarna inn. Það þarf ekki að vera sérfræðingur í skipulagsgerð eða neitt þannig og ef að ábendingin sem kemur varðar ekki skipulagsgerð þá munum við bara beina henni í réttan farveg hjá sveitarfélaginu ef það á við og eins ef að einhver gerir mistök við skráningu þá ekkert mál að hafa bara samband og færslan verður lagfærð eða tekin út.